Ásdís Thoroddsen, kvikmyndagerðarmaður með meiru, fékk fálkaorðu 17. júní síðastliðinn. Hún stödd fyrir norðan á Raufarhöfn en ég ætla að ræða við hana með aðstoð Zoom eitthvað í fortíðinni, tímamótin núna og kannski aðeins framtíðina. Sælblessuð Ásdís, heyrirðu í mér? Ég heyri. Sæll. Sælblessuð, til hamingju með fálkaorðuna. Þakka þér fyrir, þetta var óvænt. Já, var óvænt, Já. Einhvern tímann hugsaði ég, kannski fæ ég einhverja viðurkenningu því ég er nýræð út af þessu bátasmíða myndbandi sem ég gerði árið. Já. En ég var bara glöð með þetta. Einmitt. Fyrir hvað fékkstu fálkaorðuna? Það var akkurat þetta, þessar myndirnar sem ég hef verið að gera sem að byggja flestar á íslenskri menningar, arfleifð eða einhverjum íslensku málefni og sögulegri sýn. Þetta er dálítið, ég lenti þarna dálítið í músarholu eða hvernig ég á að kalla þetta. Ég bara byrjaði á þessu, ég var fyrir vestan og það var verið að smíða bát. Ég hafði dottið inn í starf út af því að maður lést fyrir aldur fram, Jóhann Ásmundsson, og þá gerði ég svona myndband þessa bátasmíðu. Til þess að fjármagna það, þá sótti ég fé og fékk það hér og þar til þess að gera mynd bátasmíðar á Norðurlöndum frá upphafi. Já. Og þetta var til þess að ég hélt áfram fyrst ég var búin að gera körlum, handverki karla. Hjá mér miðast þetta við handverk. Ég er hrifin af handverki af öllu tagi. Já. Þá vildi ég líka gera eitthvað svipað fyrir kerlingarnar. Já. Og það var saumaskapurinn. Já. Og búningasaumur. Og svo gerði ég þarna inn á milli mynd fyrir fyrirtæki Hjálmtís Heiðdal Flateyri. Já. Getur maður þá sagt að samband hugar og handar sé þér mikilvægt? Já, það er nú aðalatriði og sá titill að kvikmynd er upptekinn út af tímariti Heimilisinnaðarfélagsins, en það er það sem að ég er að spekulera í og líka þá sagan auðvitað og kannski önnur en oft út frá öðru sjónarhorni en tíðkast. En til dæmis, og svo bara fór þetta að vinda upp á sig að því að ég ætlaði alltaf að hætta, en það er bara viðfangsefnin kölluð á mig. Það getur ekkert sagt nei þegar maður fær boð bara að gera mynd. Maður veit ekki hvaðan. Og svo var það þannig að þetta er held ég orðnar 6-7 myndir af þessu tagi. Ég er ekki alveg viss, ég hef ekki talað þar. Þú nýtir þér framleiðslu fyrirtækið þitt Gjólu EHF til að búa til þessa myndir? Já, maður verður ekki feitur af gerð heimildamynda. Nei. En það er þetta, hefur mér tekist að gera þetta af því að ég er voðalega mikið fúskari annarra manna fögum. Já. Ég sem sagt skrifa handritið, leikstýri, framleiði og klippi. Já, þú gerir þetta allt saman sjálf. Það er mjög gaman að klippa. Já. Ég fengi kvörtun frá Kvikmyndasjóð að ég sé að sinna of mörgum störfum sjálf. Og fjölhæf. Og fjölhæf, vegna þess að þeir vilja auðvitað að þetta dreifist til fagkrafta. Já, einmitt. En hins vegar þá er ekki hægt að gera þessa myndir nema á þennan hátt. Nei. Það væri ekki hægt. Akkur ekki? Af því að þá þyrfti miklu meira fjármagn. Já, einmitt. Og það er mjög erfitt að fá fjármagn frá
frá erlendis frá fyrir íslenskt málefni, þá þarf maður að vera á öðrum stað, sko, í myndagerðinni, sko, innihaldinu. Það þarf þá að hérna, með svona sér íslenskt, einhvern tímann, þá sótti ég fé til Evrópusjóðsins, sem sagt, Media, til að gera kvikmynd Jón lærða, heimildamynd, og þá meðal annars, sko, því að hann fór til Danmörkur og þarna voru baskar að veiða og hann var að tala við baskana og enska sjómenn líka þegar hann var á flótta frá Araí-ögri. En þá fékk ég svarið að þetta væri of íslenskt, sér íslenskt efni. Svo ég bara ákvað best þá að einbeita sér að sér íslenska. En þá þarf maður bara að hafa aðrar framleiðslu aðferðir. Já. Ég var aðeins að skoða ferilið einu, þú ert fædd 59. Þú hefur komið víða við. Náttúrulega hefur leikið í allavega tveimur myndum, sko, skilaboðum til söndru. Þá ertu frekar ung, 83, og svo það eru verkefni síðar að minnstakosti, og þú ert svona búin að vera að Ég man ekki eftir annarri mynd nema í einhverjum litlum hlutverkum. Já, litlum hlutverkum, já. Var það á einhverjum tíma pæling hjá þér að vera leikari? Nei, aldrei. Nei. En ég var mjög glöð að fá þetta tilboð frá Kristínu og kvikmyndafélaginu Umba, vegna þess að sérstaklega til þess að læra. Já. Og það var gaman. Já. Og ég er þakklát fyrir þetta. Einmitt. Býrðu þið yfir einhverju menntun, Ásdís? Já, í kvikmyndagerð. Ég fór til Berlínar. Já. Og fylgist núna með angist að hitatölum þar. Já, einmitt. Ferlegt. Þó er Berlín ábyggilega skárri en París, vegna þess að Berlín, það er vítt á milli veggja, á meðan í París fólk er ábyggilega bara að steikjast, sko. Já. En þarna var ég á 9. áratug, snemma kom ég þangað eftir að hafa verið vetur í Svíþjóð, Gautaborg. Já. Og það var voðalega mikið fútt að búa í Berlín. Já, það var trúi því. Spennandi staður. Það var svona Berlín-New York dálítið stemningin. Hvað gerist í manneskju, sko, sem að fær kikk út í að búa í Berlín og endar svo á Raufarhöfn? Það er nú bara það að maður þarf að hafa alist upp í stórborg til þess að alveg að falla þar inn í. Og þetta hef ég nú bara frá ekki ómerkari manni en Halldóri Laxness, sem var þrædd í stórborgir en endaði í Mosfellsdal og vildi þar búa. Ég hef í rauninni hafði engin tengsl við Raufarhöfn nema út af vináttu við fólk sem settist hérna að svona á svipan hátt og ég komust í ódýrt eða bara ónýtt hús sem hægt var að gera upp. Og það er mjög gaman hérna, skal ég segja. Ég trúi því vel, ég er nú sjálfur mjögningur og þekki lífið í dreifbýlinu fyrir norðan ágætlega. Og fallegt að horfa hérna út á sjóin, það er glampandi, sjáarsýn hérna, sko. Því trúi ég vel. Og sko af því þú ert að minnast á helvítishitann í Evrópu og þarna ertu stödd í svo magnaðri náttúru. Er það ekki rétt munað hjá mér að þú ert nú svona, ég veit ekki hvort það var stórt að kalla þig aktivista, en þú ert mjög meðvituð þær breytingar sem er að verða hér í umhverfismálum og þú lætur þér annt íslenska náttúru auk allra sagnana sem þú segir með myndunum þínum. Já, ég er nú dóttir verkfræðings sem var mikill
var illa séður á mörgum mývetningum. Nú, býtu, hver var það? Sigurður Thoroddsen, Já. það var út á Laxárvirkjun. Já. Ég var 13 ára þegar það var. Já. Ég byrjaði sko, minnstakosti, ég ekki alveg viss með ártölin, en sko að ég var ekki sammála pabba, við töluðum oft um þetta, í þessum virkjanamálum. Þótt að ég hafa verið ungað árum sko, og við rættum um þetta alveg við matarborðið. En það held ég þó hafi verið hann sem gerði það að ég fekk þennan mikla áhuga á náttúru Íslands. Já. Hann ferðaðist mikið í sambandi við virkjanir og fór að mála sína vatnslítamyndir af hálendinu og svo, ég veit ekki, líka sennilega systkini minni, ég fór í nokkrar ferðir með honum upp á hálendi. Akkurat Suðurlands hálendi sem nú ber ekki sitt barr, en Þórisvatn, ég man alveg eftir Þórisvatni, þegar var heiðblátt með grænni eyju í miðjum og grænum krans í kring, og ég man eftir Sultartanga, þar var ég 25 gráðu hita. Þetta allt, svo sá ég ekki Þórisvatn fyrir en ég var orðin fullorðin manneskja á nýjan leik þegar ég var orðin leiðsögumaður. Þá bara horfði ég á jökulviðbjóðin. En sko, það þarf að virkja til þess að fá rafmagn og núna eru 3 einkafyrirtæki í kappi að koma upp vindorkugörðum á Melrakkasléttu, Sauðanesi og Brekknaheiði. Það nefnilega. Og þetta kemst ekkert nema eitt að, sem ég vona, verði ekki stoppað vegna þess að maður sér ekki þörfina á þessari svona framkvæmdum. Stundum hugsa ég til Hollendinga, þeir keyptu orku frá Þjóðverjum, svo skal ég þér segja, það nú svo að þeir selja Þjóðverjum orku. Þeir fóru ekki að reisa vindorkugarða, eflaust hafa þeir nú einhver ítök þarna út á Norðursjónum eins og fleiri þjóðir þar, en þeir sem sagt setja sólarpanelin á reiðhjólastíga og yfir á þök húsa, núna það komið í tísku hjá Frakklandi að setja yfir bílana, yfir bílastæðin. Sko, einhver tíma sá ég strák, íslenskan vera að hanna vindmyllu, svona enga litla bara. Það væri svo fallegt að hafa vindmyllu við hvert hús, því ekki dugar sólin okkur. Það væri líka hægt að reisa kannski öðruvísi vindorkugarða með keflum sem drepa ekki eins fuglana. Svona hef ég verið að hugsa hérna á Melrakkasléttu, af því að fyrst að þetta heimili fuglana, þessi slétta og þessir tangar og annes. Það væri mjög ömurlegt að maður þurfa að horfa upp á vindorkugarð alla leið frá Dettifossi. Já, einmitt. En eitt hef ég reikið mig á, og það að sko samband fólks út á landi við nytjahyggju oft svolítið annað en höfuðborgarbúa og þeirra sem alast upp í þéttbýli, að maður tala nú ekki í borgum í Evrópu. Já. Finnurðu fyrir því að fólki í kringu þarna á Melrakkasléttunni það einblínir fyrst og fremst á það hvort það geti komið inn einhver peningur í héraðið, einhver störf verði til og svo framvegis? Auðvitað. Sérstaklega að Raufarhöfn stendur heldur ekki vel. Nei. En þetta spurningum ekki störf, þetta ekki mörg störf sem myndast ekki nema akkurat á þeim tíma þegar verið að reisa og skemma þetta. Einmitt. En hins vegar það möguleg orkuþörf, en það komin lína hérna, stór lína til Vopnafjarðar og það þyrfti hins vegar
það hérna neðanjarðarstrengur, hann þyrfti að vera öflugri. Það þyrfti að styrkja hann til að flytja orkuna hingað, sko. Já. Af þessari sameiginlegu línu okkar í kringum landið. Já, einmitt. Eftir því sem ég skil best. Já. Nytjahyggja, ég var nú svo glær á svona, akkurat segis, kringum hrunið og svona. Ég byrjaði að vera leiðsögumaður 10. áratugnum á sumrin og uppgötaði hvað þetta gæti þýtt fyrir Ísland og var þá auðvitað að hugsa kannski öðruvísi túrisma en nú tíðkast. Já. Og nú þessi austur á fólki inn í landið sem endar allt á Suðurlandi í troðningi og mikilli bílaumferð. Það kannski ekki það sem ég hafði í huga, en það þyrfti en ég áttaði mig á að ferðamennska væri líka, gæti orðið mikil peningalind. Já. Sem varð. En það bara hvernig farið verður með þetta allt saman. Þú myndi kjósa hægláta ferðaþjónustu þar sem kúnninn myndi dvelja kannski lengur á Íslandi. Fyrir þannig fyrirtæki starfaði ég. Það voru menningarreisur, þetta var ferðaskrifstofa Harðar Ellingssonar. Þetta var sem sagt heimsótt söfn, farið í gönguferði 2 til 6 klukkustundir á dag. Já. Gist, hótelum og gistihúsum, bændagistingu og þetta var bara annar bragur en að hver sé að þeytast á sínum Yaris eða spóla upp á háfjöllum utan vega eins og hefur nýlega gerst. Sem sagt, já, það er til fallegri ferðamennska en svo sem nú tíðkast. Já. Og það er náttúrulega agalegt að heyra ruglið fabrikar eða þörf á aukinni raforku sem að fer kannski í vonda hluti, en við komumst nú kannski ekki... Það er nú svo stórt mál varðandi gagnaverin og sko það er bara spyrjað á því í erlendis að spyrna við þessum gagnaverum sem krefjast þess óhemju magns af vatni til að kæla þau. Þá erum tölum gervigreindina, en þá sagði einhver sem ég fannst aldrei kaldranalega fyndið að það væri auðvitað komið, þá gætu við hætt með laxa nýðið þarna í fjörðum lands og fara að dömpa gagnaverunum niður í firðina. Já. Við höfum bara val á milli þess tvenns. Já, en það er svona mjög margir möguleikar þarna. En svona, sko, já, það er voða gott að vera hérna á Raufarhöfn, það er mikið að gera. Hér vantar fólk. Já. Og góð sundlaug, en skólinn var að leggjast af. Já, alveg. Já. Það er eiginlega. Já. Mjög slæmt. Er heimskautagerðið segull fyrir ferðamenn? Já, en það er svona, fólk kemur hérna langleiðina til þess að sjá þetta gerði. Og það er sennilega út af Instagram. Já. Samskiptamiðlunum. Já. Og tekur mynd af sér þar. Ég fór nú ekki upp í gerðið í gærkvöld í 21. Það var fallegt sólskin og þeir voru komnir. Já. Miðnættið. Já, að láta taka af sér mynd við gerðir. Já. Og lengsta degi ársins. Einmitt. En búðin er ennþá starfrækt á Raufarhöfn, ekki satt? Já. Það sem gólfið hallar svo litið, manni það ekki rétt. Er það? Já, mér minni það. Jesús, ég hef ekki nógu mikla rýmisgreind til þess að eftir því. Kannski hefur bara verið fullur. Já, kannski. Ég fáið mér í annan. Já. En sko, en þessi ástríðin, Ásdís, að miðla menningu,
Hvaðan sprettur þetta? Þetta nú eigin forvitni, aðalega. Ég byrja á því að vita oftast lítið viðfangsefni eða fátt, ef að segja. Svona, auðvitað kannski nasasjón, vel það, en svo þarf maður bara að fara og leita og kanna og spurja og það svo mikið gaman að fara út í þessa leit og svo ég með svo ágætu samstarfsfólki og þá finnum maður lausnir hvernig á að koma svo fram frá sér, sko, ég hef mínar hugmyndir og ég ber þær fram og svo boltanum að kasta á milli. Það þetta gaman. Svo nú það eru unað stundir við klippiborðið, sérstaklega þegar vetur og maður einn með sjálfum sér og ég get stundum gleymt tímanum alveg í 8 klukkustundir og rís 2-3 úr stólnum sem nú ekki hálfbeint. Þetta, já, forvitni það sem, og líka í rauninni þetta með Íslands áhugan, þetta líka forvitni. Ég hef ekkert haft tíma til þess að ferðast út allt. Ég var að fara troðnar slóðir, sko, með ferðamennina. Já, en þá eftir að fara langa sjó og Kverkfjöll. Já. Og hin og þessa staði í Fjörður, Flatey og Skjálfanda og Grímsey, það svo vilangar til þess að sjá þessa staði. Já. Hins vegar fer ég í útlöndum, þá vil ég heldur bara heimsækja þá staði þar sem vinir mínir búa. Já, þannig að þú ert sterk félagstengsl utan landsteinanna. Já, og svo sögðu þeir alltaf, já, ég kem einhvern tímann í heimsókn til Íslands og svo komu þeir, ég hef fengið heimsókn, en ekki svo margir, vegna þess að þeim þykir svo langt til Íslands. En svo ég að dúkka upp hjá þeim eftir 20 ár. Já. Það gaman. En það ekki bara sér langt til Íslands fyrir þau, það líka langt til Raufarhafnar frá Reykjavík eða Keflavík. Já, ég í algjöru skjóli fyrir þeim. Já, nú þá það Reykvíkingarnir. Þeir hafa aldrei komið á sléttu. Nei. Og þeir nýta tækifæri og það líka, það mjög fínt, sko. Ég var einmitt að plana veiðiferð með vinum mínum hérna austur í Mývatnssveit, ég segi alltaf austur í Mývatnssveit, aðrir segja norður í Mývatnssveit en ég segi austur. Og hérna hann segi, já, ég veit ekki hvort ég nenni þess, sko, og ég sagði hérna, hvað tekur það marga klukkutíma þegar þú horfir á stofuna fyrir HM fótboltaleik með öllum tögunum og svo líka stofun og eftir og það kannski 4-5 klukkutíma bara, þú veist, svipað langt að sitja í sófanum og horfa á einn fótboltaleik og að keyra frá Reykjavík til þín, Ásdís. Já, algjörlega. Þetta spurning hugafar. Ég keyrði þetta, ég átti samtal og meðan ég keyrði, fjárbúnaði nema það, ég var ekkert ólögleg, en þetta samtal tók frá Blönduósi í Öxnadal. Svona getur maður nýtt tíma. Einmitt. Alveg inni. Og maður fær oft sko hugmyndir á akstri, það ekki líka þín hérna reynsla? Nei. Nú. Það svona eitthvað... Þessi spurning fjalla alveg döðniður. Létt investment tafl sem heitir Mahjong eða Shanghai ýmist. Þarna get ég svona til þess að alveg að slaka á. En annars það bara sundið á bakinu eða spaksundið eða þá að labba heiðar. Já. Það finnst mjög góða gaman og ég að núna aftur byrjuð. Einmitt, það skemmtilegt. Heyrðu, en hérna það líður nú að lokum hjá okkur en ég rak augun í það, ég held að þú hafir sjálf skrifað það að hérna þig dreymir að ráðuneytið, sennilega menntamálaráðuneytið, sjá að fé í streymisveitu svo almenningur og skólakerfið hafi aðgang að íslenskum heimildamyndum. Þetta ekki rétt hjá mér að þetta séu þín orð? Þetta eru mín orð og þetta bráðnauðsynlegt.
eins og sko, fyrr þá gat ég selt diska til skóla og svona. Já. Núna eru skólarnir bara að taka myndir og sýna þær án endurgjalds til höfunda sem eru af ýmsu tagi, líka kvikmyndagerðarmanna, handritshöfunda, leikstjóra og svo víðari. En það er bara þannig að það er svo sorglegt að vera að búa til kvikmyndir sem til dæmis hafa fróðleika eða skemmtun og svo bara er þetta gemt undir rúmi. Einmitt. Maður vill láta fólk, maður vill að fólk hafi tök á að horfa á þetta. Já. Það er oft haft samband við mig og ég spurð hvort að ég vilji senda mynd. Það er aðdáendaklúbbur í Minnesota. Það hefur verið Alaska og ýmis höfn í Noregi. En sko, háskóli í Þýskalandi. En það bara væri gaman ef að fólk fyrir einhvern 450 kall gæti skoða þessa mynd eða hægt væri að sýna þetta í skóla. Já, einmitt. Þannig bara tæknibreytingar kalli í raun á... Þetta er mjög auðvelt. Já. Til dæmis Bíóparadís hefur þegar tæknimöguleikana, en þá þyrfti að ráða sem sagt eitthvað með starfsmannaráðningu eða eitthvað álíka, eða kannski að stækka út möguleikan, ég veit það ekki, en Bíóparadís hefur þegar þennan möguleika og það er ekkert hægt að kalla þetta skekta samkeppni við önnur bíó vegna þess að það vita allir að maður græðir ekki beint á heimildamyndum. Ég hef alveg boðið sýn til dæmis sem að sýnir fyrri myndina mína löngu leiknu og vill taka hina þegar hún er klár á endur lagana sko, en ekki heimildamyndir. Svo það er ekkert hægt að segja þetta ráðuneytið, segja að það sé skekkja í samkeppni. Nei. Og svo er það annað að það hefur verið stungið upp á Ríkisútvarpi sjáum þetta, en þá er ekkert hægt að greiða höfundum. Nei. Enda ég hef heyrt þá tillögu. Já. Svo veit ég að kvikmyndasafnið hefur krafsað í bakkann, segi ég bara, gert það sem þau hægt er, en þau setja sko gamlar heimildamindir fyrir 1960 er að vinna í því. Þau hafa mjög lítið fé til ráðstöfunar. Hvernig finnst þér efnið sem Ríkisútvarpið býður okkur upp á bara á ársgrunni? Ég fylgist bara með fréttum hjá RÚV. Það er kannski ástæði fyrir því að þú fylgist bara með fréttum, þú telur ekki að þurfa að horfa á hana. Þá fer ég fer þá stundum á spilarann og gá eftir íslensku efni og stöku myndum. Ég er hundleið og lögregluþáttum og það er erfitt að horfa á góðar kvikmyndir í tölvu. Mig langar til að fara í bíó. En það hafa ekkert allir aðstöðu til þess og þess vegna er nú svo gott að Bíóparadís hefur þetta heimabíó, þetta streymi fyrir góðar myndir. En til dæmis, þegar ég er í Reykjavík þá er ég í miðborgin og það er mikill lúxus upp á bíósókn. Ég bara vil fara í bíó, ég horfi lítið á sjónvarp. En þú vannst einu svona RÚV, er það ekki? Ég vann í 1 ár og 7 mánuði. Og það var mikill lærdómur hvernig það batteri gekk fyrir sig. Ég var þarna í stórum verkefnum, það var Snorri Sturluson, ég var þar og svo bara í hinum og þessum verkefnum. Þetta var, og svo hef ég unnið hjá RÚV í útvarpsleikhúsi
og hérna núna fyrir norðan þá hlusta ég mjög mikið og ég mjög þakklát fyrir symfóníurnar og músíkþættina og margt. Mér þykir vænt þessa stofnun, en það má laga til þar líka. Já, mér finnst margt í útvarpshlutanum halda velli. Ég vann líka á RÚV í mörg ár. Mér finnst ákveðin andnauð í því menningar sjónvarpsefni sem boðið upp á hér í íslensku efni. Ef ég tek bara heilt ár, allt og sjaldan sem að mér finnst ég þurfa að horfa á eitthvað í sjónvarpinu á RÚV. Mér finnst það áhyggjefni, svo ég lýsi því nú. En ég þarf ekkert að rukka þig fleiri orðum það. Nei, eins og ég segi, ég ekki sjónvarpsáhorfandi. Nei, einmitt. Eða svo fór ég aðeins Netflix eftir jólin, ég lenti aðgerð og læstist þar inni og þá var það kínverskar seríur sem var til þess að ég las bók Marco Polo ferðir sínar. Sem var bara mjög góð. En viltu segja mér að lokum, Ásdís, hvað þú ert að fást við núna, eða það bara leyndó? Ég að bíða eftir svari frá kvikmyndamiðstöð. Já. Ég veit ekkert hvað verður. Nei. Það verður kannski, völvur og vætti. Já. Ég langar til að gera mynd það, en ég veit ekki hvort það verður. Svo ég að skrifa bók. Já. Og það nú ekki svo fyrsta, þú hefur skrifað bækur áður. Já, þetta dálítið snúið. Og ég að skrifa 3. og síðasta hluta. Já. Og sögulegt, en ég engin sagnfræðingur, en ég vanda mig. Það má segja, skila því til sagnfræðingana. Ég að reyna að gera vel. Já. En áhuginn á sögunni, þú hefðir alveg getað stúdera sagnfræði. Ef þú myndir lifa aftur, myndir fara í sagnfræði? Kennari minn í sagnfræði, hann réði mér að sækja þar fara í það. Einmitt. Sigurður Hjartarson, heitinn. Ég sé þið alveg fyrir mér í því. Ásdís, það búið að vera gaman að spjalla við þig og Takk fyrir. Já, enn og aftur til hamingju með krossinn góða, stór riddarakrossinn eða fálkaorðuna eða hvað þetta heitir allt saman. Riddarakross fálkaorðunar. Riddarakross fálkaorðunar. Voruð þið þessi hópur þegar þú stöddi í þessum hópi og hvernig stemningin? Eru allir hátíðlegir eða einhver með aularhóll? Það voru allir kátir, veður gott og stemning. Sjálf hef ég það alveg tvíbent hjá mér varðandi orður, medaljur og hvað þá riddara, við höfum ekki haft beint lénsveldi á Íslandi, en þegar ég heyrði þetta væri kvikmyndagerðina, út af kvikmyndagerðinni, þá sagði ég, já takk, ég þykk þetta. Vegna þess að þessar myndir mínar eru skrýtnar. Því leyti standa þær dálítið sér og ég sæki aldrei á hátíðum fyrir þær. Nei, ég skil. Vegna þess að þær eru það öðruvísi. Og þess vegna fannst mér þetta ágætt að fá kross. Já, og þú neitar að klæða þig í einhvern svona markaðsbúning, þú bara heldur áfram þínu. Maður bara skrýtin. Við þurfum fleira skrýtið fólk. Kæra þakkir fyrir spjallið, Ásdís Thoroddsen. Takk þér. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu,
Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is